Sæl, ég heiti Stefán og við hjá Greenfo erum að þróa hugbúnað sem leiðarvísir fyrirtækja í loftslagsmálum. There is no planet B. Þessi setning hefur mikil áhrif á mann, sérstaklega þar sem vera dætur mínar og framtíða kynslóðir sem virkilega þurfa að lenda í að leysa loftslagsvandamálin. En af hverju erum við og fyrirtækja ekki að gera nóg? Af hverju þurfa börnin okkar að mótmæla á hverjum einasta föstudegi í mörg ár til þess að knýja fram breytingar? Fyrir fyrirtæki er vandamálið tvíþætt. Fyrirtæki vita ekki hversu stórt kolefnisspor þeirra er. Þetta er helsta ástæðan fyrir því er að yfir 80% af kolefnisspori fyrirtækja kemur frá virðiskeðjunni þeirra. En þetta er svo losun sem á sér stað við framleiðslu og flutning á allri þeirri vöru og þjónustu sem fyrirtæki kaupa inn. Þannig, ef fyrirtæki veit ekki hver áhrif þeirra er, hvernig eiga þá að draga úr losun? Upplýsingar fyrirtækja liggja í þeirra fjárhagsbókhaldi. Þannig að svo lausn sem Greenfo er að þróa er hugbúnaður sem tengist fjárhagsbókhaldi fyrirtækja og getur þannig reiknað kolefnisspor fyrir alla virðiskeðjuna. Og út frá því búið til verkefni og aðgerðaáætlun til þess að minnka losun. En hvernig virkar þetta? Sem dæmi þá er þetta bara venjulegur reikningur, kemur inn í fjárhagsbókhaldskerfi og hugbúnaður Greenfo nota gervigreind til þess að greina reikninginn, flokka hann og nota reiknistuðla sem við höfum þróað fyrir 100 mismunandi tegundir af innkaupum fyrir vöru og þjónustu. Og með að greina magn, tegund vöru og upphæð getum við reiknað kolefnisspor fyrir alla virðiskeðjuna fyrir þessar vörur. Kosturinn við þetta er einnig að við getum farið ítarlegri greiningar á hvað er keypt. Til dæmis numið er þetta umhverfisvottuð vara. Líka eru fyrirtæki að versla við birgja og framleiðendur sem að gera vel í loftslagsmálum. Þannig að fyrirtæki fá áður óþekkta sýn á þeirra innkaup og þeirra kolefnisspor og geta þannig farið að draga úr losun. En það er ekki nóg að reikna kolefnissporið bara eftir á. Til þess að ná árangri þá verðum við að fá kolefnissporið áður og í ákvörðunartöku. Þannig, ef við tökum sama dæmi, þá er hægt í hugbúnaði Greenfo að gera samanburðinn áður. Þannig, þá er í þessu dæmi hægt að kaupa fartöluna með minna kolefnisspor sem verður umhverfisvottuð. Ef við hugsum öll þau innkaup og verkefni sem verður hægt að greina á þennan hátt, þannig að virkilega markviss árangur til þess að draga úr losun. En af hverju núna? Framundan er mikil aukning í kröfum og reglugerðum. Það má segja að það er hálfgerð flóðbylgja að fara að koma yfir á fyrirtæki og markaðinn. Þetta mun bæði koma frá stjórnvöldum, fyrir öðrum fyrirtækjum og líka neytendum. Á sama tíma eru gífurleg tækifæri fyrir fyrirtæki og aðila sem að standa sig vel í loftslagsmálum og sjálfbærni. Þeim stendur til boða grænna fjármagn með betri vöxtum og við erum byrjað að sjá það að fyrirtæki og stjórnvöld eru byrjað að setja kolefnisspor sem skyldu eða valmöguleika í útboð. Þannig að þau fyrirtæki sem eru ekki með þessi mál á hreinu og að draga úr sinni losun verða bara ekkert samkeppnishæf. Hugmyndina Greenfo kom þegar ég og Ólöf unnum hjá Landsvirkjun. Ég sem verkefnastjóri aðgerðaráætlunar í loftslagsmálum og Ólöf sem sérfræðingur í umhverfismálum. Og við erum í raun að búa til þann hugbúnað sem við virkilega hefðum viljað hafa í því starfi. Gunnar kemur síðan sterkur inn með mikla forritunarreynslu og stýrir þeirri vinnu hjá Greenfo. Þannig að teymið er góð blanda af sérfræðiþekkingu í loftslagsmálum með góða forritunarreynslu og því vel til þess fallið að búa til þessa lausn. Tekjumódelið sem við erum með verður að hugbúnaðurinn er business to business skíalaust þar sem fyrirtæki borga mánaðarlega áskrift. Við erum nú þegar komið með nokkra viðskiptavini en við stofnuðum Greenfo í lok árs 2020 og erum í þróunarfasa. Við stefnum að halda þessari vegferð áfram og fáum 20 fyrirtæki áskrift í lok árs 2011 og síðan vaxa stöðugt eftir því sem á líður. Það sem líka kostur við okkar lausn eftir því sem fleiri fyrirtæki kom inn
og meiri upplýsingar berast, því sjálfvirkara og einfaldara verður allt innleiðingaferlið. Nú, time is up og þess vegna eru við að leita fleiri fyrirtækjum í samstarf sem vilja vera leiðtogar í loftslagsmálum og einnig fjárfestum sem vilja taka þátt í okkar vegferð. Endilega kíkja okkur upp í spjalla eftir, kíkja á heimasíðuna okkar greenfarm.is eða senda okkur post á stefan@greenfarm.is. Takk fyrir.